Jæja, fallega fólk. Hverjum áramótum fylgja ævinlega svona alls konar uppgjör og yfirlit og svo framvegis eins og þið þekkið. Og við ætlum að ljúka þættinum í kvöld með spjalli við fólk ársins á ýmsum sviðum. Verið hjartanlega velkomin til mín, Sigrún Steinarsdóttir og Haraldur Ingólfsson. Takk. Takk fyrir. Herðu Sigrún, þú varst valin manneskja ársins á kaffi.is. Já. Já, og varst nú bara líka í úrtakinu fyrir manneskja ársins á Rás 2, sagði ég. Já. Til hamingju. Takk fyrir. Já. Hvernig líður manneskju ársins? Vel í hjartanu. Er það ekki? Jú, mjög vel. Afleikli í bakinu, vel í hjartanu. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Þetta náttúrulega tilkomið vegna hérna óeigingjarnir starfa við matargjafir. Akureyrar og nágrenni. Akureyrar og nágrenni. Já. Akkurat. Það var brjálæði að gera hjá þér í því þessu starfi, því miður. Já, því miður. Þá var mjög mikið að gera, sérstaklega fyrir jólin. Já, einmitt. Akkurat, við sko nefnilega vorum að nýtið svolítið þáttinn saman, við vorum að ræða saman við Sólu fátækt áðan, sem er náttúrulega eitthvað sem ætti ekki verið til, en vegna þess að hún er til, þá þarf fólk eins og þig, já, til dæmis. Já. Og hvað ertu búin að sinna þessu lengi? Í rúm 9 ár. Þetta fyrir þetta í bara áratuginn? Já. Vá. Þetta voru 9. jólin sem að aðstoða fólk. Hvers vegna fórstu í þetta? Ég var sjálf í þessari aðstöðu einu sinni að þurfa hjálp. Aha. Þannig ég veit alveg hversu erfitt þetta er. Já. Og þannig að það þurfti eitthvað meira, þú veist, það er samt, það eru félagsamtök hérna sem að hjálpa. Já, það er náttúrulega Rauða krossinn og Mæristis og hjálparstarfi og svo framvegis. Já, en það þurfti eitthvað meira en það, því miður. Það flæðir ennþá út úr? Já. Ok. 9 ár? Já. Hvernig dagur er lífið Sigrúnar Steinarsdóttur? Hann er mikið í símanum, að leggja inn á bónuskort og hérna afgreiða mat og... En sko, að svona löngum tíma liðnum, er komið eitthvað kerfi, hefur áttu einhverja vísa að? Já. Ég er alltaf með sama fólki sem styrkir. Já. Svo er líka sko... Það eru einstaklingar? Einstaklingar, já. Sem er gott að sér leiða? Já, núna eru komin nokkuð fyrirtæki. Ok. Sem að styrkja okkur. Og eru svona komin? Eru aðstofið á einhverjum basis? Eða? Já, eða sem sagt það var fyrir jólin. Já. Og svo hafa þau svona komið annars slagið inn. Það er ekki í hverju mánuði eða neitt svoleiðis sko. En þeir hjálpa. Já, en það hjálpa við grettistökin sérstaklega þegar álagstíminn er kannski. Já. Þetta er náttúrulega algjörlega ómetanlegt og gríðarlega mikilvægt því eins og þú segir, það er raunveruleg þörf því miður. Því miður er það og hún eykst bara. Já. Maður finnur það núna í samfélaginu. Já. Og í ljósi frétta af hækkunum þá trúi ég að það er ekkert eftir að minnka. Nei, því miður. Ekki nema hefði opinberlega komið til og takið raunverulega á þessum málum sko betur og stærra. Já, það þarf að gera það. Já. Því að þetta náttúrulega gengur ekki svona lengur. Nei. Því miður. Nei. Það er bara, segir sig sjálft. Fólk er að gefast upp. Já. Það er nefnilega alveg þannig. Já. En þetta gerir þú af hreinni og klári bara hugsjón. Já. Og hérna hugsjónin, hún er víða, hún er líka, það er mikið hugsjónstarf unnið í íþróttahreyfingunni og hér höfum við úr einum eldhuga yfir í annan. Þú ert íþróttaeldhugi ársins, Haraldur. Já. Er þetta ekki rétt með farið hjá mér? Jú, þetta er titill sem að ISÍ og Íþrótta-Ólympíusamband Íslands tók upp núna og var verðlaun sem voru afhent milli jól og nýjárs þegar íþróttamaður ársins var krýndur. Já. Og þetta er ný verðlaun sem verða árlega hér eftir, skilst mér. Akkurat. Þetta er svona hugtak sem fundið fyrir þig. Nei, ég held nú ekki sko. En mér finnst þetta löngu tímabær verðlaun þannig séð að vekja athygli á mikilvægi sjálfboðaliða í íþróttastarfinu því að það væri ekki takt að reka íþróttafélög eða halda íþróttamót og allt þetta nema það væri sjálfboðaliðar. En svona samt finnst mér þó að íþróttir séu mikilvægar fyrir samfélagið, þá finnst mér allt það sem að ég geri eiginlega blikna
við hliðina á það því sem að Sigrún gerir og til dæmis bara björgunarsveitarfólk og fólk í svona hjálparstarfi. Mér finnst ég vera stalli neðar, þannig að séð, sko. Ég held að ég geti slegið þetta á borðinu og sagt að allir þessi þættir lúta því að búa til gott samfélag og akkurat allt það sem að manneskjan þarf. Maðurinn lifir ekki að brauðinu einu saman, en hann þarf það klárlega, en við þurfum líka að rækta okkur sko andlega og líkamlega. Og þú veist, og eins og þú segir, ég sammálaði þegar kemur varðandi þetta með að þetta sé löngu tímabært. Eins og við eigum atvinnufólk í íþróttum sem frábært, en það atvinnufólk, hvar byrjaði það? Það hefði aldrei orðið til nema af því að það var fólk tilbúið að vinna í kringum klúbbinn þar sem að þetta fólk byrjaði að æfa. Það nefnilega akkurat það. Það íþróttafélagin í þessu landi sem að stunda gríðarlega mikilvægt og viðamikið starf náttúrulega að nánast mjög stórum hluta rekið á fólki eins og þér. Það má segja það. Það er þannig. Við skulum bara, það er þannig. Það er þannig. En En að því hún nefndir sko þetta með sko í hvernig samfélagi við viljum búa sko. Þá í þessari athöfn í Reykjavík þá hljóp ég beint í viðtali í beinni útsendingu á RÚV. Leiðu ég kom niður að sviðinu og sem betur fyrir þá var ég nú pínu búin að velta þessu fyrir mér og þar vitnaði ég í góða menn og meðal annars einn óþekktan höfund sem að sagði að sko sjálfboðavinna væri hinn mesta og besta æfing í lýðræði því að við kjósum sem sagt fulltrú okkar til að stjórna bænum eða landinu á nokkur ára fresti en með því að vinna sjálfboðavinnu þá kjósum við daglega í hvernig samfélagi við viljum búa. Já. En Sigrún kannski aðeins öðruvísi aðstöðu því að hún að vinna sjálfboðavinnu sem að hún myndi helst vilja að væri óþörf, skilurðu? Já, akkurat. Í rauninni, það mjög sérstakt að vinna við eitthvað sem þú vildi óska að væri ekki til. Já. En það ekki þannig með íþróttirnar. Maður vill að þær séu til. Já, akkurat. Það akkurat þannig. En það nú, þetta þarf samt allt saman að vera til vegna þess að auðvitað við vildum að sorg ætti sér ekki stað eða stór áföll. En það þarf að vera fólk sem að grípur annað fólk. Já. Ekki bara hvetjandi til afreka heldur sem að líka grípur þetta sem að fellur á milli. Já. Og til þess erum við á þessari jörð til að hvetja hvert annað og grípa ef við fellum. Já. Og en sko, í hvaða, nú ert þú ekki bara starfandi í íþróttahreyfingunni almennt, þú ert sérstaklega hjá Þór. Já, ég búin að vera þar. Já. Og Þór Káa, kvennaliðinu í fótboltanum. Já. Það svona það sem ég hef einbeitt mér að. Akkurat, kraftar þínir hafa farið. Já. Ég var tíma líka hjá skautafélaginu. Já. Var bæði svona í kringum krulluíþróttina þar. Já. Og svo var ég reyndar líka launaður starfsmaður þar tíma sko. Okay. Þannig að þetta svona þau félög sem ég helst komið nálægt. Aðeins komið líka að vinna fyrir IBA á tímabili. Það kom mér á óvart að fá þessi verðlaun af því að hin tvö sem voru tilnefnd, Friðrik Þór og Þóra, þau eru bæði með áratuga starfa baki fyrir sérsambönd í íþróttum. Já. Sem sagt skautasambandið og frjálsíþróttasambandið. En ég svona meira kannski á einni torfu út í þorpi, sko. Má segja. En við erum voða glöð. Já. Það voða gaman að fá viðurkenningu fyrir það sem maður gerir en ég vil samt sko ekki sko þó að ég sé stundum kynnir á leikjum og eitthvað svona og mikið fyrir það eða lendi mikið í því að tala þá ég ekki í þessu fyrir út af athyglisýki sko. Nei, ég held að við séum öll búin að átta okkur á því að þú ert ekki mikið að blása í þinn eigin lúður. Og ég vil sko eins og ég hef sagt áður að þessi verðlaun eru bara mjög góð hvort sem að ég fæðu eða eitthvað annar til þess að vekja athygli á mikilvægi sjálfboðaliðan sko og af því að það líka held ég sko hefur farið versnandi eða orðið erfiðara með árunum að fá fólk í sjálfboðaliðastarf. Já, sko ég akkurat sammála því. Maður heyrir það alls staðar. Já,
Það er þannig og það er mjög mikilvægt einmitt að hampa fólki eins og ykkur sem að sko þetta svona starf að mínu hyggjuviti er köllun. Það er þannig og að fólk átti sig á því að það er að tíma þess er svo vel varið við að gera eitthvað sem að gefur, ég meina þetta starf ykkar, það gefur ykkur tilbaka. Interessant. Ég meina það er þannig. Það er þannig. Já, en það er ekki samt það sem að drífur mig áfram að fá eitthvað fyrir sjálfum eða Nei. að það sé gefandi skilur. Nei, ég veit, en sko það er bara svo algengt að fólk metur virði tíma síns í einhverju sem það færi tilbaka hingað. Þannig að virði tímans sé fólkinu öðru en sko í hagtölum heldur í því að þiggja og að gefa af sér. Það er svo ofboðslega mikilvægt. Og sko, nú náttúrulega ert þú starfandi með mjög mörgum í sjálfu sér. Þú ert aftur á móti, er þetta ekki alltaf einmannalegt stundum? Nei, ég raun ekki. Nei, alls ekki. Hvaða fólk ert þú áttu samskipti við í gegnum þitt óangetna starf? Alla sem er að þiggja og alla sem flesta sem er að gefa eru margir sem að koma og ég er með matarkassa heima. Já. Það sem fólk er að sitja í og er að ná sér í mat. Þannig að þetta er svolítið umferðarmiðstöð þá? Já. Já, ok. Þannig að það er líf og fjör þá? Já, það var mjög mikið jólin. Er það ekki líka svolítið mikilvægt að fólk, ég meina þú er farin að þekkja þetta fólk og þeim líður vel að koma og spjalla við og fá að leita aðstoðar. Þá meina ég, það mæti þeim velvild. Já, það er líka það sem þetta gengur út á. Já. Það er þessi persónulega, þú veist, ég er búin að vera í þessu 9 ár, það veit alveg hver ég er, hefur kannski leitað til mín áður, þannig að það veit alveg hvernig þetta er. Ég hef oft velt fyrir mér einmitt sambandi við Sigrúnu og Sönnu sem var með henni í þessu fyrir að gera þetta heimanna frá okkur. Já. Ég hef oft velt fyrir mér sko hvernig er þetta gagnvart nágrönnum og hvernig er þetta bara gagnvart fjölskyldunni. Þetta er örugglega sko mikið áreiti bara og mikil umferð í kringum heimilin ykkar í tengslu við þetta allt saman. Mjög. Þetta er eitthvað sem að ég ímynda mér að ekkert allir nágrannar séu endilega hamingjusamir eða væru endilega hamingjusamir með að hafa við hliðina á sér eða? Nei, ég ætla ekki að labba á dyr núna því að það er búið að vera svo mikill straumur heima að ég ætla að forðast nágrannana fram í febrúar, þá eru kannski búin að gleyma þessu. Já. En þú veist ég þarf alltaf að undirbúa mig eins og fyrir jólin að vera búin að kaupa jólagjafir í september og þú veist klára allt sem ég þarf að klára. Þú ert ekki að fara að gera það í desember? Nei. Einmitt, akkurat. Og þú kannski laumar einnig til nágrannana næsta haust. Það gæti verið. En heyrðu skona, hjartans þakkir fyrir kominu og yndis þakkir fyrir ykkar bara dásamlega starf og gangi ykkur vel áfram í því. Takk kærlega fyrir það. Það held ég. Fallegra verður það nú ekki. Við ljúkum þessu fyrsta þætti á nýju ári með því að vandræðaskáldin okkar þau fara líta öxl og fara yfir síðasta ár á sinn einstaka hátt. Við búum okkur undir það að brosa allavega út í annað. Veriði góð hvert í annað, hafið það gott helgina og ævinlega. Blessuð.